Komið sæl, kæru áhorfendur. Smá tæknilegir örðuleikar hérna hjá okkur. Byrðist innlega afsökunar á því. En Jakob heiti ég og með ykkur í dag. Það er dýrari típan að gesti í dag. Helgi, eftir velkominn. Já, blessaður. Takk fyrir mig. Takk fyrir að fá mig. Já, alltaf gott að fá í settið. Við sjáum að Haukarnir eiga hornspyrnu staðan ennþá 0-0 eins og við sjáum á skjánum. Þetta er einhvers minna ég var allan pakkan og yfir marki líka aftur út af. Já, eins og segjum, byrðist við afsökunar á þessu. Smá tæknilegir örðuleikar í gangi. En að reddast. Já, það kemur fyrir. Við höldum allt í lagi. Og það er allt. Já, ég held að sé allt komið í lagi hérna. Við fáum góð frá tæknimanninum. Og það er úrslitaleikur Lengjubikarsins komin í gang. Æsi, spennandi leikur. Dolla í húfi, það er ekki hverjum degi. Það er ekki hverjum degi, sannarlega ekki. Haukarnir fá KR í heimsókn. Sáum KR fjalli niður í okkar deild seinasta sumar. Já. Gaman að máta sig við. Myndi þú nú telja KR eitt af bestu liðunum í deildinni? Já, má ekki segja sofandi risi. Jó, algjörlega. Sjáum Kristínu með skemmtilega skiptingu yfir. Halla búin að vera á eldi undirfanna leiki. Já, átti mjög góðan sprett líka hérna á meðan þú varst að fara að redda málunum, Jakob. Eða? Já, átti mjög álitlega sókn. Það sem hún var í aðalhlutverki. Hún er búin að vera alveg neitruð á þessu undirbúningstímabili. En þá fáum við hins vegar horn í boði Sushi Sósar, Helgi, og þá gískum við hver skorar. Ok. Ég ætla að segja Brynja skori. Já, ég ætla að segja Anna Rut. Já, gott sjátt. Snást að skíska á þetta er. Boltinn er betri en áðan. Og Anna Rut með skallaðan en framhjá. Kannski rennum snöggast yfir liðin. Skulum við byrja á liði gestana í markinu á KR. Helena Sörensdóttir. Síðan koma Rakel Gretarsdóttir, Karitas Ingvadóttir, Katla Guðmundsdóttir, Ragnheiður Ríkarsdóttir, Anna Mesotovits, Íris Gretarsdóttir, Koldís María Emilsdóttir, Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir, Margerður Gríma Sigurjónsdóttir og Kristín Anna Smári. Þjálfari KR Gunnar Einarsson og Ívan Ingimarsson landsliðsþjálfari. Rándýrt teymi á KR sko. Rándýrt teymi. Svo liði heimastúlina hérna, Viktoria auðvitað í markinu. Síðan Brynja og Anna Rut í hafsendónum, Kristín Erla og Hekla í bakverðunum. Mín á miðjunni Rut, Rakel og Anna Bral. Og mér sýnist Kristín Fjóla bara að vera upp á toppnum. Bara hérna, svona sýnist það Kristín Fjóla, Halla og Elisabeth Ósk, fremstu þrjár. Fengum við vita það að Edda Mjöll er búin að vera eitthvað tæp í vikunni. Það er að fá hvíla allan til að byrja með. Líklegt að við fáum að sjá hana samt einhvað í dag. Já, allavega á bekknum. Já. Mér sýnist Höddi vera að fara bara í 4-4-2 allavega þegar við verjumst. Hann er brellinn og bröðóttur, hann hörður. Já, hann er það, hann er komin lengri í sem flestir. Já. Mikill pælari. Mjög mikill pælari. Já, Haukar að hætti engast. Já, og allt í rugli hérna hjá okkur til að byrja með. Já, maður reyna að jafna okkur hérna. Já, maður er svona náð sér niður. Sjáum að KR unnu Fjölni auðvitað í undanúrslitum 2-4. Já, þær eru til alls líklegar. Ég myndi svona, ef við gerum svo djarfira sem við gerum að kalla okkur svona topparáttu kandidata, þá er KR það klálega líka. Algjörlega. Þetta er skemmtileg sending. Viktoria með vinstri og Kristín Erla með alla völlum fram að sig. Gráður þetta aðeins.
Ja, það er svona nokkur rólega staðaliðin svona, þreifa fyrir sér. Algjörlega. Svo Hekla að spila stöðu sem hún ekki spilað áður hérna, vinstri bakvörð. Og það sjá hvernig fóta sig í. Anna snögg að taka það. Færa hann aftur. Hvað vill svingast? Nei, já, eða rángstafa eitthvað, ekki alveg viss. Ég vill svingast hann og... Já. Flýta sér aðeins svo mikið. Já. Er það ekki segt vill svingast? Má ekki halda það? Það lítur að vera ykkur 500 kall. Rödd kemur að færa hann, skilur hann aftur á Brynju. Brynja elskar að koma með hann langar upp í horn. Þeir eru yfirleitt betri boltar en þetta hjá henni. Já, flott pressa hann vel sem við en sem við sáum kannski senasta leik á þetta Unnu Haukar IH undirúrslitum. Eiginlega bara bustuðu þær 7-2. Hún var veisla ásvöldið á. Ég var Kristín Fjóla hérna í pressuna. Haukarinn er að pressa mjög hátt. ætla ekki að leyfa KR stelpunum að spila út úr sig. Hvað er þessi? Já, Ragnar Greiðarsdóttir, ekki var hún upp velliðinn. Þetta er svo flott svolítið Brynju. Brynja, leikmaður sem kom frá Augnablik fyrir tímabil. Já, við erum ekkert að flýta okkur hana í öftustu línu. Það er að gera svolítið hægt. Boltinn sér í leik. Fá það samt að það er búin að leysa svona ágætlega úr því þegar að loksins gera það, en þetta er reyndar hættuleikur. Skilja Rakel með sendingur hana, Anna Rauti sem var sterk í baráttunni, Valgerður Gríma hins vegar. Ná alltaf að komast hann í gegn. Gengur ekki og það var allt opið hérna fyrir Elisabetu. Elisabeth ætlar að fara bara einn og einn hérna, kemur sér með hann fyrir. Ágætis bolti en enginn í teiknum. Maður hefði vel sjá meiri hjálp hana. Já, algjörlega stígur hann á boltan. Ég átti ekki alveg á því, erum við að spila bara 4-4-2 en að... Já. Þessi sendingi sem var skemmtilega, Kristín Fjóla fer bara í skotið. Heyrðu. Mjóu hana. Það var eiginlega fyrirleitt í markmann, hún var svo róleg í markinu að hann lag bara rétt framhjá. Það er fínasta mæting ásætti líka. Já, já. Dolla í boði og... Já, þá mæti fólk. Þá mæti fólk, sko. Og 200 skall, gamli góð 200 skallin. Gamli góð 200 skallin. Svo því. Það skal ekki vann með hann. Ingibjartur Jónsson á flautunni. Eydís Ragnar og Ram Gurung hóndla aðstofar. Já, frábært tríó hefur maður heyrt. Já, maður hefur einmitt heyrt að þetta tríó er að virkilega gott. Það er gott orðað þeim. Já. Sjáum að Kára ætla bara að koma þessu inn í teginn á að nýta fyrstu leikatriðin. Þú bara opnar hurðina. Já, það er athyglisvert svona... Nú ekki mikið búið að leiknum. Nei. Það er alltaf hólk öllu fram bara hérna. Anna Mestovits ætlar að taka þessa spilnu. Ætlar bara að koma þessu hérna. Hæ, ég er á myndavélinni. Sennilega á Ragnheiði hérna út í vinstrifæinn. Það er ekki bara beint inn í bakkaðan, hvað endar þessi? Þetta er hættulegt og vá hotspilnu. Já. Ég er gaman að þessu. Algjörlega. Já. Það var eftir á ekki óþarf að gefa hotspinnu þarna, en hérna...
Það er spurning hvort það vantar talanda eða þess áttar. Emma hringdi í Menn taka ekki séns á. Nei. hvort að ég geti verið á myndavélinni, hvort ég vera með ykkur og mér sagði, já, Þórun Emilí, hún sagði, já, getur þægilega bóttasinu. Það er Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir Síðan þá komið sér fyrir. Þórun að það var ekkert að gera sem bóttasækja því að voru komnir nógu margir. Þannig hún var Þetta er skemmtilega að ranka höndina, hann er bara alveg búinn að leysa þetta. Sko. Þórun, það vantar eitthvað hliðinu. Það vantar eitthvað hliðinu. Hvað gerist hérna? Valgerður, reyna á einn á önnur rödd, gerur þetta skemmtilega en fær hjálpa vörðuna frá rödd. Rakel kemur um á Ólöf er bara í skotið eða hvað? Þetta er bara ekki langt frá því. Rétti við markið þarna. Ólöf löp sem Ólöf er með. Það er smá geta, það er 2-0 fyrir Hauka strákana Já, það? mútið Ægi sem eru virkilega góða fréttir. 2-0? Já, hann byrjaði 4 ekki? Jú, á móti sko sterku Ægislið sem var náttúrulega lengi deildin fyrir. Já, það er góða fréttir. Haukan er búinn að líta bara freka vel út á undirbúningstímabilinu. Já, Svo skal ég það er mikið eftir að segja úr seinasta leik sem mótrinu var ekki på markafiska. já, Afríkumenn þeir reyna ár eftir ár. Já, Það er seglið þeim. við fórum yfir þetta hérna seinast að nenna þessu er bara ádánavert. Eru líka ekki vel grófir eða? Er það búið eða? Sko, Ég man einu sinni voru alltaf vel grófir sko. já, ég man að við keftum ekkert mann í K.A. á móti kóngunum. Það Já. var svona svipa koncept sko. Já, Þeir voru vel grófir sko, Já. þó að það var sko 11-0 fyrir okkur í hálfleik. Það voru þeir ennþá í svona skrýtnum taklingum. já. Já, ég mennir í mismunandi forsendum. Já. Sjáum að Ívar er mikið mættur út í bóðangin hérna. Já, Káar megin. gaman að því. Kemur Ólöf, en hann har raut fyrir tæklinguna, hins vegar, jú, allt lögulegt þarna, segir Ingibjartur og bara engast. Rakel Lilja búin að vera að spila mjög vel seinustu leikjum. Þetta er svona hennar náttúrulega staða þarna framálega á miðjunni. Þessi sendingin sem var aðeins og löng og Viktoría með þetta allt saman. Teskið gaman að sjá Rakel Gretarsdóttir hérna númer 2 á vinstri kantinum hjá KR, fædd 2009. Já. Virkilega efnilegu leikmaður. Smá miskilningur hana. Elisabeth þarf að lúra þessum eitthvað lengst hérna. Þetta er skemmtileg hreyfing. Rauð hins vegar. Finnur Elisabeth sig allra veit hana, gengur upp eða eitthvað. Já, kemur hún lengra á önnu. Sko verður að beðast afsökunar á því að það eru 2 leikmenn skráðir númer 10 hjá mér á skýrslu hjá KR. Ok, maður sjá. Katla Guðmundsdóttir og Ragnheiður Ríkars. Já, Ég ætla að gíska að sá sem er númer 10 þessi heitir Katla. þú ætla bara að taka Ég gískið. ætla bara að taka gískið. Já, ég vil það. Rakel hins vegar í alls konar brasi og fær boltan aftur. En svo erum við ekki mikið að spá í þessum káringum. Nei. Það er ekkert að pæla mikið í þeim. Annar rauð setur
rödd í smá brans, hann gerir þetta eins og vel, kemur hann á Brynju, bara Kristín fyrir bara að snúa hérna. Þetta vel gert. Glæsileg sókn hérna það sem að er. Já. Halda vilja boltan. Brynja elskar þessa sendingu og Halla ætlar að finna hana Unnu í fyrsta, gengur þess að vera ekki. Ólöf. Svo voru það eins, alltaf Kára hans að halda í boltan. Rakel með góða pressu. Setur hann í alls konar vandræði hérna. Það er bara pressan yfir höfu búin að vera til fyrirmyndar hérna. Það er bara tífurs mál hvernig að við svona hvernig þetta bera ávöxt hjá okkur sko. Algjörlega. Kristín kastar hann á Samira sem var bara ekki einu sinni tilbúin. Er ekki bara sækjandi að segja eitthvað að við séum ívið sterkari hérna? Jú, mér finnst það. Annars að ég vilja nú jinxa eitt eða neitt, þannig að töpuðu boltanum á hættulegum stað. Og hann kemur Katla brotið á henni hann ekki og þetta var rétt. Þá faraði sennilega allar inn í teginn, Gáðstelpunar og Ólöf. Eða Adna bara, já. Allar að koma sér fyrir, það er greinlega búin að vera að drilla þessi fyrstu leikatriði. Já, þetta er greinlega eitthvað sem að það er alltaf að keyra á bara í sumar sko. Þetta er alveg 100% eitthvað sem að Ívar Ingimarsson er að koma með. Já, hann hefur skorað ófá skallamörkin. Já. Boltinn eins og er ekki góður, Kristín lesa hann, skallar hann beint á leikmann Káar sem fyrir skotið. Hvað endar þessi? Þetta er hættulegt en Viktoría nær þessu. Brynja setur Kristín í erfiða stöðu sem að hins vegar leysir vel úr þessu. Nú er auðvitað komin alla leið yfir og gerir það. Mikil tími fyrir Heklu. Finna Höllu, þetta er vel spilað. Og hvað enda þessi? Rakel aftur á Önnu, þetta er frábæri sókn en rétt svo kemst boltinn ekki í gegn hana en Hekla hins vegar dugleg. Það hefur ansið fallegt þessi rætt allavega ekki. Þetta hefur verið svona hinn fullkomna sókn. Algjörlega. Boltinn allavega yfir Elisabeth, þetta er sterk og rifið í hana, vilja fá víti í Haukarnir. Það hefur verið full hart gefa vítið hann. Já, jú, mér er alltaf kalla eftir því sko, en þetta hefði verið ansi grimt sko. Líka því hún var ekki beint með boltan heldur. En eins og þú sagðir áðan, þessi pressa er að ganga virkilega vel upp og við þurfum að nýta okkur að þeirra að vinna boltan svona. Klálega. Kemur bara með að strækja út á Kristín Erlu sem finnur Elisabethu ætla að reyna hana erfiða sendingu, gengur ekki. Hann var auðvitað með skemmtilega sendingu beint inn fyrir á Elisabethu Ósk sem að finnur fyrirgefinu og hvað enda þessi í netinu? Þetta var ótrúlegt. Elisabeth Ósk ætlaði ekki hann fyrir held ég. Klálega held ég. Halla tröflar markverðin. Jakob er núna mættur á mækinn. Þetta var glæsilegur bolti til að byrja með. Og svo er líklega það sem átt að vera fyrirgjöf sem enda með marki. Tökum því. Það er leikmaður númer 3 sem skora fyrir Hauka, Elisabeth Ósk Servo Ólafíudóttir. Það heyrist. Það held ég. Já. Var þetta ekki Jakob Anna sem átti sendinguna? Jú,
geðveik sending inn Frábær fyrir. Þetta Hún á svona 70% í þessu marki. já, og líka, má ekki taka neitt af Höllu, hún tröfla markvörðuna það, ég var ekki viss hvort að boltinn hefði farið í eitthvað, en ég gaf bara Elísabet þetta mark. Já, ég held að það sé bara hárrétt hjá þér. Nei, ekki? Jú, Og en heldur betur, markmaðurinn var farinn, annað þöggs í Höllu. algjörlega, Mér finnst þetta bara verðskuldað með að við svona gang leiksins undanfættum mínútur. búin að vera með gott kontról á leiknum, en þessar Ólafía í skoti hérna, Ólöf, afsakið, gengur ekki. Haukar í konur 1-0, svona viljum við hafa þetta. Sko ég held, þetta allavega held ég pottet fyrsti byrjunlegsleikurinn hjá Elísabetu í vetur. Þó ég hef ekki séð alla útileikina, ég verð að viðurkenna það. En ég hef séð alla heimaleikina. Já, ég held sér rétt með því það er allavega, já. Hvað það var það, sko? Elísabet fædd 2007. Það er endalaust á efnilegum leikmönnum minna ásætlum. Og ekki mjög raut. Með mikinn tíma á sendinginni geðveik. Halla er svo ótrúlega fljót. Horfir inn í teginn, fer bara í skotið. Auðvitað fer hún í skotið. Já, hefum kannski viljað sjá hann leikjan Já. fyrir eða hvað? Mér sýndist Rakel alveg verið í fínu færi hérna. Já, Kristín Erla hérna náldi að vinna boltana á stórhættulegum stað. gaman að sjá, mikil ákveð, mikill fókus, einhvern veginn, Já. það er alveg upp á 10 hjá okkur. Gott orkstrið einhvern veginn. Já. Það er ekki langt síðan maður, já, við vorum út á Álftanesi og áttum hauskúpu fyrirháleika sem að menn voru bara Já, ekki vaknaðar, þannig að það er gott að sjá að það er allavega vel kveikt á mönnum hérna skömmu fyrir mót, sko. Já, algjörlega. Brynja með geðveika sendingu. Þetta er svo gott vopn og Halla fer bara í skotið og er að skora. Halla Þórdís á eldi. Þetta var geðveikt mark. Tölum við á hann, Brynja og Anna líka. Það má segja þetta séu bara keimlík mörg. Já, Þetta er sama uppskrift. þetta er nákvæmlega sama uppskrift. Halla Þórdís líka bara frábærlega klárað hjá henni. Já, við erum bara, við erum að rúlla yfir KR hérna á Ásvöllum. Það er leikmaður númer 11, Halla Þórdís Svansdóttir. Þetta var geðveikt. Þetta er svo gott vopn að geta bara sett hann svona aftur fyrir Já, ég tala ekki um þegar báðið miður hlaupaleiðina. Já, geta það. algjörlega. Og Haukari komur í 2-0. Vel gert hjá Elísabetu hana. Vinna samir, já, gerir það. Já, vel spilað. Og raut með góða pælingu hana. Kemur sér yfir, allt opið. Haukarnir eiga þetta. Sko við rættum að henni í seinasta leik að þegar Halla er að spila eins og hún er að spila þá er hún svona topp 3, topp 5 leikmenn í þessari deild, sko. Já, ég held að sé hárrétt metið hjá þér og bara þessi hraði er eitthvað sem að er bara ómetanlegt. Algjörlega. Halla að laum honum hann á Kristínu Fjólu. Lesið hins vegar og geta káu stelpu sót. En Kristín Erla stoppar þetta í fæðingu. Við erum oft búin að geta það bara áður en að komast á annan þriðjung. Já, Þetta er bara glæsilegt. Rakel Lilja kemur hún fyrir hérna, gengur þess að ekki. Og þú veist, við erum búin að fá stöður, fleiri góða stöður, það getur verið 4-0 innan, sko. Algjörlega. Þetta er allt saman að líta alveg svakalega vel út fyrir tímabilið.
Já, húsi rís Já, og hérna liðin eru góð allt gott að frétta þessa dagana. og sólin skín. Og sólin skín, þokkabót og Anna flættu bara að vaða hérna. Af hverju ekki Já, alltaf að reyna þetta alltaf að reyna þetta? með þetta blás. Já, og með þessa löpp líka. Nákvæmlega. Brynja. Það er að leysa þessa ekkert spespressu Já. hins vegar á KR alveg virkilega vel. Kannski erum það bara við sem láta hann að líta út fyrir að vera svona lélega spressa. Það sé ekki begge blands. Já, Þessi pressi er svona til málamynda mikið til hjá káringum sko. já. En samt sem áður ekkert slórlið sem við erum að mæta hérna, þannig að það er Nei. ekki tekið á okkur á þessu leveli þar að segja. Algjörlega. Halla heldur þessi leik og Hekla alltaf komið þessu hann í böllin en bæri innkast í bóði Vilkó. Vilkóin hafa verið að styrkja þessi innkast hjá okkur. Já, það eru mikið í hérna innkastunum, það er mikil áhuga mennum innkast, Já, heyri maður. þeir hafa mikið verið að biðja að fá löng innkast. Já, Kristín út á Elisabetu sem að sker inn í völlina og heldur vel í boltan. ég bara skil ekki að hverju káringa fara ekki ofan með lið. Já, kannski rættar við en að hraða sem við Já, búum yfir vissulega, þarna, en vissulega. við höfum samt verið að komast hann að baku þær þó það séu svona Já, aftalega. Já, og maður sér að þjálfarar hjá eru klálega að biðja um það. algjörlega sem kom hann að Brynja með ennina sendinguna hérna út í vinstri. Halla Glæsilegt. þrýtla með bakkurinn hérna, ætlum láta ekki bara að vaða, jú, auðvitað, rétt yfir. Hásbreytt ráði. Það var fáránlega vel gert. Jú, jú, jú. Já, þessi bolti ekki alveg skóður og þeir sem hafa verið hingað til. Nei. Kristín búin að byrja hann fyrir áleika alveg virkilega vel, er að éta alla sendingar sem koma að það. Nei, þetta er aldrei að hætta. Nei, hana Kristínu og fær hann aftur hérna. Boltinn út á Elisabeth. Elisabeth búin að vera mikið í boltanum. Ég veit ekki okkur að Anna var að skipta númer. Já, einmitt. Hún var í 26 eða 28. Annarkvort mann ekki alveg komin í 6-una eins og var. Fáum að dóla með hann hérna í öftustu línu bara eins og hefur verið stefið í leiknum
Já, 10 mínútur eftir þessum fyrirháleika var ekki verið að nýta þetta momentum sem við höfum og setja bara eitt viðbótina fyrir Já, Leikhlé. algjörlega. Það myndi maður getur svona ímyndað sér að það getur sæmilegi hárblásarinn í klefa hjá Vesturbæingum. Já. Hvað gerir setna þessar? Valgerður Gríma Anna bara miklu flótari. Valgerður Gríma leikmann sem var með KH í fyrra. Ansi seg mótugurinn allan ásvöldum. Flottu biti fyrir Káringa. Þetta er vel spilað. Kótið með í fyrsta bara hérna á önnu. Já. Leysir þetta eins og var ágætlega. Þetta er afsökunar á því, maður er að sinna mörgum hlutverkum hérna. Allt múli mann. Já. En þá er Kristín að komast inn í þessu sendingar. Anna Það er þetta. gerir þetta vel. Hún er alveg afskaplega góð í fótbolta. Minnst bara þetta færa rauk fyrir því allir okkar leikmenn hafa átt góðan fyrirháleik. Já, það er bara þú sért alls ekki þetta rósakjönd maður nánast ekki búin að stíga feilspor. Já, þetta er nákvæmlega sem var að tala um áðan. Ívar Ingimarsson er Hann er ósáttur. að rífa þær upp og þá gerum við bara þetta. Halla kemur hann fyrir en það er engin. Það er eiga bara engin svör við þessu og Nei, í rauninni er það bara heppnari við klikkum á færunum okkar sko. algjörlega. Það var blegt. Var hann í néð beint út af. Gaman þess að munin á herði og þjálfurinn Káir, hann er henni yfirveðast í hérna. En er hins vegar bara að pakka það saman. Kristín með þetta engast en Kristín er þetta eins og það er enn og aftur hún har verið að lesa allt sem kemur í áttina að henni. Og þetta er vel gert hjá henni, finnur hann að vasan hún rauta út á Hekla Snertín sveikan aðeins. Já, ég vel leist þarna. Já. Hekla með mikinn tíma þannig að finna réttu sendinguna. Kemur hann hérna upp í áttina að Rakel Lilju en það stíla nú ágætlega við þetta káastelpunar setja hann þess að bara beint út af það vil ekkert vera með hann. Það hefur ekki hendað þeim vel. Skemmtileg snúningarinn á öllu og annað skemmtileg snúningur hérna hjá Heklu. Nóa þeim, Já, þessa stundina. Haukaliðið bara gríðarlega yfirvegað á Já. boltanum, er fullar sjálfstraust en það er engin ástæð til annars svo sem með hvernig þeir að spila til það. nei.
Það einhvern veginn með að vera með hann leik algjörlega undir kontról. Það alltaf stutt á milli með að vera Já, on it. það má ekki bara missa fókus. Ef þú vilt að fá 2 mörk á sig grillið. Við Assanamenn sáum það í vikuna á móti Bayern. Já, það var nú það eitt lýrð bæinlið. Já, vissulega. Þeir eru í smá brass í þessari meistaradeildinni. Við Assanamenn. Þetta er smá brass. Áttalega úrslit, fyrst sinni í 7 ár. Já. Nei, sést, Það með svo sem að leika það sko. já. En þessi Porto-leiki voru ekki samfærandi. Nei, ég voru ekki. Það vantar þess að meistaralda pedigríu. Já, það kemur. Hún kemur. Kristín ætla að gera þetta vel. Bólinn detturinn sem á Valgerði hérna. Sem ætla bara að leggja af stað. Kemur út á Rakel. Vill fara á hægri bútinn. Gerir það. Kemur honum fyrir. En það er enginn hann á fjárstönginu. Bóltinn yfir allan pakkaðan og í innkast. Hver er tíminn á sig okkur? 41 segir hann. Já. Og þetta lítur mjög vel út. Já, þetta er bara búið að vera svona loggmót yfir þessu Já. síðustu mínútur sem er svo sem allt í lagi þegar við erum 200 yfir. Algjörlega. Tökum því bara. Hann er með flotta Það sendingu er svo bara að færa hann lengra. Komdu bara með hann. Já, maður er vel að Já. sjá Elisabeth bara að fá hann. Skemmtileg sending hann að Elisabeth var ekki alveg nú ákveðin með þessa sendingun inn í miðuna. Það geti verið hættulegt. Hvað gerir þetta en Rut vinnur vel tilbaka. Já, við sáum hana, það þarf samt lítið út að bregða til að Já, það er sér allt í hennu komin í einhverja stöðu en þetta er allt svo vel leist. já, alveg svakalega. Þetta er höttiball eins og við Já. kvöldum á. Marg rómaður sá bolti. Það spyrja bara, allir virkilega ekki að koma hérna. Já, Hann getur snúið bara hérna. Gerir það. Rakel ætla að reyna að koma hana út á vænginn en gengur ekki á. Geta kátt til hún sótt. Breyting hvort þær ná að minka munni en eitthvað aðeins rétt fyrir. það var Setja leik. algjör óþarinn. Það eru svona það er einhver hugur í það núna. Já, og þess að færa síðan upp. Geðveik hreyfing hérna á Elisabethu. Svo er eiga góðan fyrirháleik. Já, algjörlega. Rétt missi boltan hérna eins og það er. Anna Bralins var sest inn á niður. Það er áhyggjumverki ávonandi að það sé ekkert alvarlegt. Það lítur eins og bara er leitt sérlega vel út. Sá eins og ekki hvað gerðist nákvæmlega. Guðrún Inga sendi hérna að hitta upp. Rakel hins vegar er galdrakona þegar kemur af þessum fræðum sjúkraþjálfarinn okkar. Já, Hann var alveg haldræðin út af eins og var að labba sjálf og það virðist ekkert vera svo alvarlegt en það er kannski alveg óþarfi að vera að taka mikið að sénsum á þessum tímapunkti. já, ég held að sé hárrétt.
En Nei, hún mætir henni ná. hins vegar skokkar inn á. Svo er alltaf að endur með þetta stutt í hálfleik. Já, algjörlega taka stöðinu bara inn í hálfleik. Mér sýnist venjuleiktími allavega í sitt fyrir hálfleik vera liðinn. Ef að það verið miklu bættið. Já, þetta er alveg aðeins skárra KSL-búnum. Já, En hins vegar Haukarnir er ekkert ennþá komin í eitthvað mikið vesen í þessu uppspili. Síðan er Viktoría líka alveg svakalega góð í fótbolta. já, gulsigildi. Hún er alltaf að spila þessi miðjumaður upp allar yngri flokkana. Hann er bara á þriðja flokka, held ég. Já, ég held að það sé rétt við þér. Þetta er svona, já, allt sem þarf í svona nútíma Já, markvörð. hann þarf að hafa Káringa mikið tíma hérna. Valgerður ætlar að finna Kötlu, gerir það en heldur bara vel í boltaðan. Já, hún sé einan á móti 5. Ekki litla hjálp. Það er aldrei mikið fleiri en 2-3 ára fram á því. Þá flautar Ingi Björn til hálfleiks. Sko, við ætlum að gefa þessari framistöðu Haukastelpunum engun í þessum fyrirhálfleik. Já, Þá held ég við séum bara slef í 10, sko. já, Það var mjög nála því. Ég ekki að segja 9-5 til að passa að spóla mikið yfir okkur. Algjörlega. En við ætlum að fara að fá okkur kaffi. Við komum aftur inn í seinna hálfleik.
Komið sæl, kæru áhörundur. Seinni hálfleikur í úrslitaleik Lengjubikarsins að fara í gang. Við viljum meira því sama. Já. Nú er ég ekki alveg klárað hvort að klukkan er bara í gangi eða ekki hjá mér en úti. Við höfum meðal að láta okkur. Ég ætla að tjekka á því. Já. Tek við hlutverki aðal lýsandi á meðan. Það var allt í skrúfunni hérna fyrir leik og það er spurning hvort það sé allt í skrúfunni núna líka. Allt í skrúfunni eða ekki? En Óli, þú veist með klukkan að komið. Var klukkan í gangi eða? Já, klukkan er komin í gang. Já, það er allt í... Er það gengur? Allavega. Slúna þannig. Bara áhörandi fá þetta beint að kúnni. Já. Við erum ekkert að færa hlutin eða. Nei. Já, við vorum svona svolítið saman á það. Helgi hérna í hálfleik við fórum að sé við leikinn að... Við vorum meira... Við vorum meira vonast eftir meira fyrir KR. Já, ekki beint vonast en hérna... Bjuggumst. Já, bjuggustu meiru. Þú veist, að svona, maður hefði bara einhvern veginn haldið það. Maður er kannski bara fastur í að KR sé KR. Já. En jú, það er hérna, mann hefur svona fundist og það er eiga að vera eitt svona í allavega efri hluta í annarri deildinni. Já. Þannig að maður bjóst við... Við sáum náttúrulega Fjölnir koma hérna á svolítið daginn og þær líti alveg ágætlega út og KR virðist hafa unnið tiltölulega auðveldlega 4-2 í seinasta leik. Já. Þannig það er eiga 100% helling inni. Það er alveg pottþétt. Það er mega bara að sleppa því að sýna það henni í dag. Já, svo sem. Það væri í fínasta lagi en síðan má líka ekki taka neitt af haukastelpunum. Nei, svo er það. Það er búin að vera virkilega flottar. Það er Halla rángstæð spurning. þarna held ég. Nei, flaggi fer ekki til loft. Ég held sem það hafi verið rángstæð. Já, og reynir í það krefjandi sendingu á Kristínu Fjólu sem gengur ekki. Við erum áfram bara í... er þetta ekki bara 4-4-2? Voru ekki alveg búin að komast að þeirri niðurstöðu? Þær eru svona flæðandi hérna einhvern veginn báðar. Rakel og Kristín Fjóla. Já. Þetta lítur að vera rángstæð. Já. Já. Já, ég held að það hafi ekki verið neina skiptingar í hálfleik. Hvoru liðunum sýnist að vera bara alltaf sama. Allavega okkar megin. Já. Og ég held bara begge megin. Brynni fær nóg pláss hérna eins og í fyrirháleikum og álitlegt. Já, minna ekki miklu hann að sendingina að rata höllu en gera það eins ára endanum. Þessi er þess að skemmtilegur. Geðveika sendingu yfir á Elisabetu sem að er að búið sér til smá plásana. Karitas Ingvar sem var verst vel og Ruth mætti hann í hjálpina að spila hann á milli sín. Fær hann aftur að missa hann eins og aðeins hann að frá sér og út af þá í leiðinni. Við erum rætt að hérna áður. Það er alveg ótrúlega gaman að sjá Ruth sem mætti aftur. Já. Alltaf erfið meiðsli sem hún var að glíma við á seinasta tímabili. Heldur betur. Ég er gaman að því þó ég sé ekki hlutlaus hún sem mætti aftur. Já, algjörlega. Það séu allir haukarar bránaði með það. Við rættum við hérna sinnast, þetta eru svona meiðsli sem að færa oft fólk til að hætta. Já. Já, og tekur sig upp einhvern veginn og þetta er svona, já, algjörlega sko. Bara pirrandi í alla staði. Algjörlega. Kristín hérna kemur niður og næri boltaðan. Þetta er vel gert í Kristínu en sendingin var ekki alveg nægilega góð. En Anna virðist vera bara 100% heilina eftir eitthvað smá hnjálk sem hún fekk hérna í fyrirháleik. Það er virkilega jákvætt. Kristín fer bara af stað.
Nei, ætlar að koma út til hægri, gengur ekki. Kristín Anna eins og með langa bolta fram, en Anna Rut les þetta. Og Elisabeth með mikið plássan á bakvið. Sér það, ætlar að fara í það, en ágætis vartanleikur Kristínu. Sjáum það líka Guðrún Halldórsdóttir sem að meiddist í seinasta leik. Tvíburi er ekki í hópnum í dag. Nei, Það er vonandi að það sé ekki alvarlegt. Einn af þeim leikmönnum sem hefur glímdi við krossbandasliti á seinasta tímabili. Það er vonandi að það sé allt í vonandi kláð fyrir mót. algjörlega. Brynja, Já, þannig að líkuna sem hann gengur ekki upp í þetta skipti. Elisabeth held ég bara upptöknum hætti og var virkilega flott sín í fyrirháleik. Hekla gerir þetta vel. Stígur hana fram fyrir og kemur með skemmtilega sendingu á Höllu. Halla, en fyrir að leita skotinu, klárt mál, sjálfsvört í botni þess að sendina á henni. það eru búin að vera í gríðanlegum vandræðum með Höllu Já, í öllum leiknum, káringarnir. hittir hann ekki hana. Þetta er eins og það er ágætlega gert, þau gáðu stelpum. En Anna Rut. Sko, Anna Rut er svona... Ég held hún gæti alveg verið að spila í bestöldinni. Já, klálega. Ég held hún gæti alveg gert það bara vel líka held ég, sko. Klálega og líka bara svona frábæri einhvern veginn ára yfir henni alltaf, sko. Algjörlega, Yfirvegun. Ólöf fæn pressuna frá Eminu Bral og þá viltu við helst losa það bara við hann sem hún gerir og það er eins og beint aftur hérna. Eigum þetta. Já, heikar þetta. Nú þá dómarinn klókur, já, Já, já. það er á rétt. Brynja með sendingur á Kristínu Fjólu. Sjáum að það er svona að mæta okkur aðeins meiri krafti núna, Já. káringarnir. Við erum ekki að fá að snúa og fá eins mikið pláss og í fyrirálunum. Algjörlega. Elisabeth Ósk að fá hérna gult spjald fyrir eitthvað pyrring. Rósamála. Var hann búinn að lyfta spjaldinu? Já, Já, ok, það fór. hendi ég bara strax á hana. Já, já. Þetta er glæsilega list þarna. Eins og svo ofta áður. Að róa það bara að hann fær þessar pressuna. Gestirnir eitthvað undirbúið skiptingu sín mér. Já, það var að kalla á hana Sæjunni. Já. F-fóing, hún Sæjun. Já. Mónandi fyrir hún ekki að gera okkur skráið við hérna. Spilaði alltaf einhverjum flokkuna með F-fá. Ísar Ólöf komin í ágæta stöðina og kemur hana fyrir en beint í hendur hana á Viktoríu. Systir hennar Sæjunar var einmitt að spila hérna seinasta leika mót okkur. Hún Hafrún Birna Já. í Há. Það er eins og leikmaður sem ég vill að fólk leggja á minnið. Hafrún Birna. Ok, hvað er komið vel?
Hún er 2009. Já. Sko, þú ert með þessa fjölskyldutengingar alveg á lás, segir ég, sko. Ég er endar að þær voru hjá mér í Seibaskóla. Já, ok. Í félagsmiðstöðinni, sko. Þær voru báðar þar. Já. Kristín, það er gott enga sinna á nöfnu sína Fjólu. Við ætlum að reyna að koma í ganginn í sumar að vera með, það er alltaf allar stelpunar eru í svona katapult vestum. Mhm. Við ætlum að reyna að vera með hlaupatölur í beinni. Ok. Það var geðveikt. Það væri mjög gaman, við ætlum að reyna það. Myndi færa þetta upp á næsta level, sko. Veit ég hvort það sé hægt, en Nei. þetta er góð hugmynd samt. Já. Það er svo komið inn á, það eru káningur undirbúa skeytingu. Og inn á kemur leikur nr. 7, Sæunn Helgadóttir. Já, eins og þið heyrðu kannski Jakob segja, þá var þetta Sæunn Helgadóttir sem kom inn fyrir Ragnheiði Ríkars. Ég giskaði rétt, leikmaður nr. 10 er Katla. Haha, bingo. Það var það frá. Já. Ragnheiður Ríkarsdóttir kemur út af þessi bolti allavega upp í horn og annað. Við eigum hennan. Svo mótið sjálft, Jakob, það er ekki fyrir 9. maí, þannig að ég mánuður í það. Já, Maður væri nú til að fá þetta bara fyrr. já, ég er sammála því. Minnstu verið einhvern veginn. Það er mánuð, það er svolítið mikið. Já, það er svolítið mikið. Við værim að koma á fljúandi siglingun í móti núna til dæmis. Já, ég segi það. Síðan er náttúrulega líka búið að breyta þess móta fyrirkomulaginu. Þetta er bara Já. einföld umferð til að byrja með Og svo tvís. og svo tvískipt deild, já. Já. Ó, þetta er vel gert eða hvað, nei. Eða hvort það er jafnvel bara efri hlutin sem að heldur áfram, er það ekki? Jú, það gæti verið þannig, sko. Þú tekur Já. stíin með þér líka, held ég, inn Jú. í skiptinguna. Og við erum þokkala heppin með ferðalög. Já, við erum það. Það eru nokkuð ferðarlega í þessari deild. Já, já. Við viljum svo sleppa Þetta er með öllu. glæsilegur Þessi bolti. sendingin er svo Geðveik og Elisabeth verður að skora eftir svona sendingu. En vel varið hins vegar. Tökum ekki af henni. Það var nánast eins og henni það fundist bara hálfa óvænt að þetta hefði tekist. Þetta var það geggju sending. Þannig að hún þurfti einhvern veginn sekundi viðbót til að átta sig á stöðunni. Já, Sá, káringar ætla bara að fara hátt og langt. Það er ekkit í einhverju svona, það er ekki sama uppspil og við. boltinn dettur hann beint fyrir Þetta er bara auka spilna ekki. sem að En ok, áfram með leikinn. með boltan. Þetta er vel gert. Hann er ætlar að koma honum upp hérna en ekki á samherja. Hann klæði þess að gerir vel í að lesa hann að bolta. Og hann er strax konið með hann aftur og annar með flotta sendinga á Rakel Lilju. Rakel sér Kristínu Fjólu. Boltinn dettur þó út á Elisabeth. Það sé þetta ekki svo það er ekkert spes en Raut gerir vel í að vinna boltan. Kalla, heldur þessi leik og skemmtilega snúningarna, skilur henni bara eftir og Viktor í með þetta. já.
Já, ætlar hann að skipta kantana og það er ekki vant að smá samskipti þarna. Það var bara allt opið fyrir okkur hérna megin. Viktoría er heiðarleg. Vill leyfa þeim aðeins að stilla upp. Já, koma sér í stöðu. Já. Þetta er alltaf svo vel laust hjá Haukunum. Já. Unun að horfa á þetta. Krefjandi bolti hann niður á helinu í markinu og gerir sig að velja að taka bara niður. Já, þess maður geta að það er 4-2 fyrir 4-2. Hauka. Fyrir Haukum á Selfossi á Já. dagi. Já, Það er við kvartum ekki við því. gleði fréttir. Það við- 4-2. Við erum á leiðinni í 32 úrslit. Alltaf Haukar eins og vera undirbúið skiptingu. Elisabeth Ósk Ólafíðardóttir og við koma leikmann nr. 20 Silvía Eik Sigtríðardóttir og leikmann nr. 30 Guðrún Inga Gunnarsdóttir. Já, berst þetta ekki bara í útsendingunni, Jakob, eða þurfa að fara að endurfylgja þetta? Jú, við haldum það. Allan eru þær Guðrún Inga og Silvía Eik að koma inn á fyrir Elisabethi og Brynju Dögg. Flott framist að já, Elisabethi og Brynju. Nánast Klálega. já, öllu liðinu alltaf búin að vera bara virkilega flottur leikur. Elisabethi náttúrulega með eitt mark líka. Já. Var ekki Brynja með stóðsendinguna? Uh, Það var þá á Höllu, já það var á Höllu það ekki? já, það var í markinu Höllu. Sko, ég var misvísandi upplýsingar að sunnan, það ég held að sé 3-2 fyrir Hauka. 3-2? Það er sérst að veitan sem ég var að nota er eitthvað að skýta. Já, meinar. En svo bara þegar ég ræddi við mann sem er á svæðinu þá Já. segir hann að það er uppbóta tími 3-2 fyrir Hauka. Ok, 3-2. Það er nú ennþá möguleiki fyrir Ægja að jafna þá. Já, já. Vonandi að Hauka sigli sér bara heim. Já, svo er þetta dreigið hérna á mándaginn. Er það mándaginn bara strax? Já. Og þar komu þetta öll bestu leiðin inn í púlíuna. Það væri nú gaman að fá Gylfa og félaga hinn í val ásett. Það væri veistla sko. Já. Myndum alltaf pakka þeim saman. Já. Ég veit ekki, er ekki RÚV byrjar að sína næstu leiki í þessu? Jó, ég held að. Leið og bestu leiðin komin í þetta sko. Já. Ég veit, ég held að við... Viltu að vera sjónvarsleikur hérna á móti Víkingi, hvort það væri fyrra eða heitti fyrra hjá okkur? Já, þá var hann að... Þetta skotið sem það. Ég var bara heitti fyrra því Kristall var manni að fara á hamförum. Kristall hérna. Já, þetta var líka móti K.A. Bara K.A. Já. En ekki? Víkingur Reykjavík? Já, jú, sáleik. Þú ert eitthvað að fegra sögunni, Jakob. Já, það var 2019 sem Já. Víkingur móti K.A. Það fór bara 2-1. Það fór bara 2-1. Það sem að Pretty Boy Choco skoraði mark K.A. Minkaði munni í 2-1 og reysi úr ofan. Já, mjög gaman að því. Já. Já. Þá grunaði engan, hvað var í vændum? Nei, það er rétt, já. En ég man núna eftir þessu leikum móti Haugum, hann er rétt. Það er svona búin að róast leikurinn hjá okkur. Já. Og það er svo fínt bara. Já. Því manni fannst káringar, það var svona smá hugur í en það kom út setna áleik og Já, mér finnst það aftur búin að ná nokkurn veginn að þæfa þetta, að þæfa það niður í það. algjörlega. Gurninga, sker vel inn í völlinu það. Það er alltaf að fæna bara yfir. Já, Já. og það er að fyrir vingunum hann einfyrir. Það er aðeins mikið plássið að fá hérna. Já, nú finnur Rakel aftur hérna. Silvía eldir hann aðeins að uppi og
kemur þessu innkast. Ólöf Freyja Þorvaldsdóttir 16 niður. Ég held að hún sé bara að fá skiptingu hérna mögulega. Einhverju verkefni í lærinu, sýnst mér. Ólöf Freyja fædd 2004. Er leikurinn búinn? Það. Ekki búin að fá það staðfest. Nei. Ég er hættur að treysta veitunni. Ónefndu veitunni því ég notaði. Þannig ég ætla að bíða eftir að fá þetta bara frá okkur sem er á staðanum. Hér getum við komið og breyka á þær. Og Guðrún vantar fleiri hérna með henni. Geta Káin ekki sóta okkur, það verður ekkert úr þessu. Silja er alveg virkilega góð í þessu að keyra bara upp völlinn, skera línur þarna. Og tala um hún sem svona okkar svissneski hnífur, hún Silja. Já. Hún bara getur spila alla stöður, það skiptir alveg engu máli. Þetta er bara svona svolítið eins og við viljum hafa þetta. Já, hann reyndar er Rut með svona að gefa þeim óþarfa horn þarna. Hún vill fá aðeins meiri Já, spennu. það var fullt rólegt. Ég spurði því hvort það KF er búin að geta sett eitt mark hérna og sett smá pressu á okkur. Já, það væri öllu ganum sleppti mjög þreytt að fá þessi mark eftir svona sko. Skókar Kristín Hanna hérna. Það hótt var náttúrulega að taka spynni, við sjáum að allar komur hérna inn á markteg. Og bolti kemur á nærsvæðið og Anna bara tekur bara við honum, skemmtilegt. Fyndi höllu hérna. Rauti farinn. Já, núna. Komdu með hann. Þetta er skemmtilegt. Hún er með Guðrúnu hana hinum megin. Sér hana. Engin rangstaða, hárrétt dómari. Já, aldrei rangstaða. Guðrún lætur bara vaða. Rétt svo framhjá. Framhjá við byrjum á heilu. Þá var þetta kannski svolítið langt framhjá. Já. En að vísu þá hefur hún ekki verið að stressa sig ómikið á því að skotin sé eitthvað á leiðinni sko. Leifur þessi bara latla framhjá. Hún er raut, gerir það vel. Hún er hátt eftirlega vinna hann. Þetta er bara brot. Alltaf Þórdís að fara illa með þær. Voru þarna pirraðar á hann. Já, skiljanlega. Full rólegar hérna. Rakel kemur má köllu. Silja Ísar náttúrulega að vinna, en vinnur hann ekki og þá bara skilar Kallum boltanum.
Gjörðu svo vel Haukar, með vera með hann. Já. Tökum því. Já, maður hekla ferðist inn í hafsendastöðuna að Brynja út af Silvía út í vinstri bakurinn. Sendingu sem var tæp og boltur hendur hjá Valgerði sem kemur hann hérna á Önnu sem í rangstöðunni. Það væri sterkt að taka titil. Já. Það alltaf jákvæmt. Bikar í hús er alltaf stemming. Já, doll alltaf dolla. Algjörlega. Það var hættulegt en reddaðist vel. Keyrir hún á stað. Guðrún farin í flott leipana. Silvía fylling að koma með hann og Guðrún löngu komin í rangstöðuna. Þá er Káar undirbúa skiptingu. Já. Gíska að þetta sé Þórdís Ósk Magnúsdóttir. Já. Skráð með neina tölu á skýslu. En ef svona beitum útilokunar aðferðinni þá er þetta hún. Hins vegar Halla Þórdís hérna. Gera á þetta en ágætis vörn hins vegar. Einhver ennþá með boltan. Anna reynir erfiða sendingu sem gengur ekki upp en raud. Fyrst á seinni boltan. Nei, dómari. Þá er Guðrún í rangstöðunni á mati dómarans. Mér finnst hafsendinni að vera Sko, gefa mér restan. er ég að fara að segja bara að það sé Þórdís? Er ég að fara bara að sleppa því að tilkynna þessa skiptingu? Sko, ég held ekki bara býða með það. Já, ekki bara að sleppa því. Jú. Já. Eða segja bara leikmann um 20. Leikmann um 20 kemur inn á. Valgerður Garíma Sigurjónsdóttir kemur út af. Átján mín, það er ekki hægt að segja sem er eftir það að segja, það er ekki hægt að segja það séu mjög líklega að lóknum sér að fórust okkar. Nei, það er ekki hægt að segja það. Höfuðmeiðsli þarna þá er við að stoppa þetta. Það, sko, ég ber virðingu fyrir því, ef þetta er Þórdís Ósk Magnúsdóttir, það var hún fædd 2008 að spila í gömlu góðu Copa Mundial skónum. Já, það er hérna. Ég ber mikla virðingu fyrir því. Já, sammála því. Og vera að strækja líka í þokkabót. Þetta er rare, sko. Þetta er mjög rare. Mér reyndi að fara að sýnast að þetta sé gervigras típan. Já. Ekki alveg vissamt, mér sýnist það. Ég þarf að spyrja hann Andra hvort að það sé valið gervigras Copa Mundial típan. Sko ég er ennþá hérna ekki búinn að fá svona endanlega staðfest með hennar leik hérna fyrir sunnan en ég, svona mér sýnist á öll að þetta sé 2-3 haukar. Það væri frábær úrslit. Maður svona myndi búast við því að Ægir væri líka með þokkalega gott lið. Já, alveg klálega. Þegar þeir fóru náttúrulega, hvað segir maður, óverðskuldað upp í þessa deild. Já, þeir fengu bara svona Frípassa einhvern veginn. Já, svolítið. Skömmu fyrir mót líka, sem var náttúrulega mjög óþægilegt fyrir þá. Algjörlega búin að undirbúa sig fyrir Já. aðra deild sem er líka allt önnur deild en lengi deildin. Nákvæmlega. En þeir áttu reyndar sko, þeir stóðu oft í liðunum, voru oft óhefnir sko. Já. Við töpuðu hérna oft bara svona frekar naumt og ef ég man það rétt sko. Já, ég held að það sé rétt þegar ég með minni það líka. Hver er að þjálfa þá, veistu það? Er hérna Var ekki Baldvin Borgars með þá? Jú, hann var aðstofar já. Maður. Já, ég svo sem veit ekki hver er með þetta akkur núna sko. Baldvin Borgars er hendar að fólegur name we don't talk about hérna ásvöldum. Er það svoleiðis, já? Já, eftir að hann niðurlaði okkur hann eitt tímabili. Já, alveg rétt. Kom inn á, skipti sér sjálfum inn á hann í ykkur bulli. Já. Menn voru ekki sáttir. Nei, uppi var fótur og fit sko. Já.
inn í sendingu sem gengur ekki og Halla gerir það eins og vel fyrir Kristján Fjólu. Ég held ég sé ekki ósækja til að segja að þetta er ekkert búin að vera sérlega skemmtilegur seinni hálfleikur. Nei, ég er bara alveg sammálaður. Þetta er bara, það er lítið að frétta. Þetta er þosku framistæða hins vegar í Haukastarsporum. Já. Heyrðu, Það mátti ekki miklu minna. ég held að er með það spurningum er ósvarað og þess vegna fór ég svolítið á stúfana með ægismenn Já. og ég held að Nenad að sjálfsögðu, ég var bara búin að gleyma honum. Já. Þetta var Nenad sem var með þetta í fyrra bara ennþá með þá, sko. Auðvitað, Batti var svona stóra nafnið. Já. Þannig að hann tók svolítið fyrirsagnar. Já, hann var þetta aðstæðþjálfari. Auðvitað er Nenad með og hann er búin að vera með þá líka lengi, eða ekki? Jú. Sæinn, með snertingu sem sýkur hann hana og sömuleiðis Halla náttúrulega bara slápin inn í gegn hana. Já, Guðrún að biðja hana. Já, þetta er virkilega vel gert, Halla. Rakel reynir erfiða sendingu sem gengur ekki. Þetta var vel gert, já. Önnur vonandi mitt hún sig ekki á mikið hana í leiðinni. Nei. Og Halla leggur bara af stað, hvað gerir hún hérna? Meðan á vinstri hérna beint á hælinn í markinu. Sko ég vil bara fá skiptingu á einu bara núna. Já. Hún er farin að halda Já. Hver er tíminn á sig á okkur? 76. Mark frá K.R. núna myndi kveikja svolítið í þessum leik. Já. En svo sem óskum ekki eftir því. Nei. En vissulega. Guðrún sterk þarna, kemur hann fyrir og fór hann í gegnum fyrsta vandamannin en það var engin sóknarmaður Hauka hins vegar tilbúinn. En svo má líka bara sjáum þetta kannski áður en að Skemmtilega gert hjá Silvíu hérna. Komið inn í hættulega stöðu, finnur Rakel Lilju sem að leikur sem í boltan hérna aðeins. Finnur Önnu Brar sem að lendir þessar í smá brasi hérna. Geta K-stelpuna svo átt, Rakel með skrýtna sendingu á ekki neitt. Já, ætla að segja kannski bara hrós líka á okkar lið einhverju leiti svona hvað þetta er búið að vera rólega seinni hálfleikur. Já, Þú veist, það eru auðvitað gjössanlega okkur í hag. algjörlega bara hún að stjórna öllu tempói hérna Já, allan leikinn. Og þá er Rakel Gretastóttir 60 niður. Það sé bara gamli góði krampin síns mér. Rættum aðvarandi, þetta stelpa fætt 2009. já. En svona meðan pása þetta Sléttvík í næsta leik, það er bikarinn Já, sem að fer það á staðar. Tökum móti IR hérna á Ásvöllum eftir Sléttavíku IR. klukkan 2. Það voru alvöru leikir í fyrra, Já, IR Haukar. Er það næsta laugardags, er það? já, Sléttvíka. Skemmtilegt. IR stelpurnar náttúrulega undirbúið sig fyrir lengjudeildina. Já, fór ekki upp bæði kalla og kvenna. Jú. Þetta er íringar. Það er hárrétt hjá þér. Hverju voru áttir sem fóru upp í fyrra? Það var IR og... Kalla megin? Nei, kvennamegin. IR og... IA. Já. Já. Alveg rétt. Það er skipting. Inn á að koma leikmaður nummer 19. Halla Elisabeth Viktorsdóttir. Og út af fer Rakel Gretastóttir. En þú með tíman, Óli? Óli með allt saman í teskeið.
Leikurinn er búinn á Selfossi. Já, 3-2. 3-2 sýnist mér. Það er bara geggi úrslit. Þetta var nefnilega engin draumadráttur sko. Nei. Að fara þarna út í öllin. Það er vel gert hjá Silvíu þarna. Og loka bara á þetta. Já. Já, þetta svona virðist vera að sigla í hús. Já, þetta er að fjara út finnsmanni. Já, Maður er að fjara út sjálfur hérna bara. já, mikið þannig. Það var þar Viktoría Klara hins vegar komin á. Það er tvöföldskipting. Hér er líka Fengar gera breytingu sinni við útleikjum leikmann 11, Halla Þórdís Svansdóttir og einnig leikmann nr. 7, Rakel Lilja Hjaltardóttir og inn að koma leikmann nr. 26, Viktoría Klara Óskardóttir og leikmann nr. 10, Hera Róbersdóttir. Alvöru leikur í Höllu Já, sem hún er að skila hérna. hún er að koma inn í þetta tímabil á fljúandi siglingu. Já. Þetta er að klara. Var þetta ekki bara barátta þarna? Mér fannst það svolítið. Já. Hann ætlaði að reyna að setja smá pressu á okkur inn í lokin. Karítas Ingvarsdóttir ætlar að koma sér fyrir. Nú þurfum við fókus. Boltinn eins og lélugur. Kristín Anna verið í lélegt skot. Við tökum þessu áleg. Já. Það er lítið lókn sem stafar að þessu allavega. Já. Sko, nú koma þær í þessa pressu sem ég held að þjálfara KS er búin að býja til allan leikinn. Já. En þá leysum við þetta bara úr því eins og öllu öðru sem við höfum verið Og að fáum. bjóða upp á. Þessi sending hefði þurft að vera betri. Já. Henni Raut, duglega hérna með henni. Viktoría finnur Kristín Fjólu sem að sér Heru hérna í Virkilega engin skemmtilegt. rángstaða og Hera Róbersdóttir náttúrulega til að skora hérna. Helena verið vel í markinu. Við eigum bara að vera búin að skora miklu meira. Já, það er sá rétt. En við fáum allan að Sushi Social hot. Við Já. höfum ekki aldrei fengið að fá á hot. Ok, þannig að, Nú gískum við já, nú gísku við. í búið Sushi Social. Ef við leikmærin skorar sem við gískum á, fær hann út að borða eitthvað mamanbönur og eldfjallarúlur Ok, á Sushi Social. þetta verður óvænt Anna. Anna Sem bara svona einhvern veginn gott shot. potar honum inn. Ég ætla að segja Silvía Eik. Já, Nei, boltur sér ekki nógu góður, en þetta er ennþá onsand. Þetta er ennþá on. ok. Raut fer hann að skemmtilega framjá þeim og kemur honum fyrir og hvað enda þessi nálátt í að Silvía, ef hún hefði slöðið henni út og Silvía hefði skorað, þá hefði ég gefið henni út að borða. Já, Þetta er þetta bara fyrir einn, en já, það er bara hinn að borga. já. Sko ég er búinn að vera hérna, þetta er 5. árið mitt, Já. held ég. Ég hef ekki eins og náðu þessi, Nei, ég verið ok. mitt í 5 ár. Þetta er eitthvað jinx í þessu. Já. Þetta hlýtur að detti í sumar. Maður þarf að rífa þetta bara af Sushi Social og setja eitthvað annan á þetta, sko. Já, Nei, það ég segi er vel sko. Klassi. Já, Silvía gerir þetta vel, fáum eitt markinn á Það er lokum sem bara flugbrauðina hérna. Viktoría að klára með henni inn að vinsa með henni. Já, Silvía hins vegar bara allir að fara bara sjálf.
Það var ekkert alveg nógulega vel gert hana. Það var svolítið máttlítið. Já, Hefði alveg mátt nýta Viktoríu sem var hana með henni. einmitt, Viktoría, eina af þessi leikmunum sem hefur verið að koma tilbaka eftir erfið meiðsli. Fólk talar um það að hún sé með eitthvað hraða sem hefur bara ekki sést á Ósvaldum áður. Ok, Ég á eftir að sjá það almennilega, en ég er mjög spenntur fyrir því. já. Ég vil lesa þetta eins og vel. Það að gera leifa Viktoríu Sólveig að taka þátt bara í spilinu hérna. Já. Það er eins og leifin að vera með. Þetta var ekkert spes. Yfir því ég segi eitthvað rugl þá kemur einhver hætta sko. Hanna við allan völlin fyrir fram að sig og finnum þess að það er ekki Viktoríu. Ég ætla náttúrulega að skjóta. Já. Það er vel gert. Raut að lesa hann bolta vel. Kemur út á Guðrúnu sem elskar að fara einn á einn. Gerir það vel. Þessi bolti er alveg góður svona undir venjulegum kringumstæðum, en það er bara ekki búið að vera mikið leikmennin í teiknum í þessum leik. Og vantar svona hennan afgerandi strækjar. Algjörlega. Við sjáum náttúrulega þetta er ekkert að koma inn á þessum leik. Nei, það er svo sem ekki þurft heldur. Nei. Kristín keyrir inn í böllin. Sendingin sem var ekkert spes. Það er svo 7 á klukkunni. Já, þetta er Og við kannski förum að velja mann leiksins. Já, að gera. Sko, augljós og svarið kannski svona byrjar á H. Já, sko, En svo má fara aðra leiðir í þessu. ég væri alveg til í að gefa þetta líka. Assist Já. og hreint lag. Já. Já, ég er alltaf til í að gefa varnarmönnum svona kredit. Já, búin að vera virkilega seg. Og einnig líka Kristín Erla í hægri bakvörðunum. Og ég held líka reyndar að Raut sé ekki búin að klikka á sendingu líka í þessum leik. Nei, fyrir utan kannski hún gæði um hotn hérna á. Já, Það var svona það var það eina. Það er bara margar mjög góð frammistöður. Já, virkilega flott liðs framistæða. Ekki fara að skora núna hérna þegar við erum að hrósa þessu hreinu lagi en að kalla í skotið og skýti fram hjá. Já. Og lyftaði bara upp eða eitthvað. Nei. Silvía. Önnu yfir í erfiða sendingu hana. Viktoría Klara. Guðrún. Fær boltinn hérna. Keyrir á hana. Fær eitt Susi Social hótni viðbót. Já. Alveg gaman á því. Já, þegar maður er að... Nú fyrir við ekki ska. Nú Já. hittum við. Í boði Susi Social þá er Anna Rauta bara að skora. Ok, mér langar að sjá aðeins hvernig það stiltur upp og... Tjónum þið. Stoppa leikurinn, ég fæ tíma til að hugsa þetta. Jaha. Þessu vel fyrir þér, Ólöf. Settist hérna niður á hann líka. Hann hélt þessu var áfram. Já.
og það skipta bara. Nú kemur leikmaður númer 5, Laufey Steinunn Kristinsdóttir. Hvað gískaði þú á, Jakob? Ég gískaði Anna Rut. Já, anskotin, ég ætla að ég seti þetta bara Silvíu. Silvía Eik Steindriksdóttir. Það er gott shot. Nú kemur boltinn á nærsvæðið, beint á Önnu. Flikka þessu. Jæja, ekki dættir þetta skipti. Nei. Kannski í næsta lífi. Kannski í næsta. Aðeins fastur. Svo fastur þessi. Hérna kemur honum bara hérna á Samanja gegnum Önnu hama. Venjulegu leiktími. Á búinn. Spurningu sem miklu Ingibjartur ætlar að bæta við. Já. Það séu svona þessar akademísku 3 ár kannski. Já, alltaf ekki. Þá leggur hún á stað. Nú fáum við að sjá hennar hraða sem fólk hefur verið að tala um. Ekki alveg hins vegar. Nei. Sjáum maður klárt að vera gleitt í byggarinn hérna. Já. Hlöðalínu. Það er svo geðveikt að við séum bara ná í eina dollu hérna Já. á laugardegi líka. Nákvæmlega. Þetta er vorbóði. Algjörlega. Einn af 3, segja sumir. Já, einn af 3. Svo var það hinn byggarinn þarna og deildin. Það væri gaman. Nú má hann bara fara að flauta þetta af. Já, ég held að það sé engum greiði gerður að það haldi þessu áfram eitthvað. Haukarnir bara. Hauka verið frá að fagna og Káur vill fara að drífa sig í Vesturbæinn sko. Já. Beint á Kaffi Vest, fá sér einn hlýjan bolla. Sko, mér finnst Haukalið eiginlega bara búin að líta út fyrir að vera alveg tölvöld mörgum skrifum. Já. Komið tölvöld lengra algjörlega, í ferlinu algjörlega. Kálið. Auðvitað tæpur mánuður í tímabili en við erum á mun betri stað en Káur, það sést bara langar leiðir. Ef maður einhvern veginn trúið sem ekki öðru að Káur eigi einhverja gýr inni. Já, algjörlega með að vera tóku Fjölni bara og slóðar út 4-2. Já. Sem er hörkulið, Fjölnislið. Þá býst maður alveg við að Káur verður sterkara þegar mæta þeim í sumar. Nákvæmlega. Þetta er eins og var hættulegt. Haldið í þetta hreina lag í Guðanabænu. Kalla missir hann frá sig þér. Já, þær hafa bara ekkert alltaf mikið áhuga á að skora þegar þær fá tækifæri til þess. Núna allt í henni farin að spila ágætlega hérna. Já. Svona þegar pressan er farin aðeins. Pressan er farin. Já, ég held að hann var að fluta af. Ekki alveg. Nei. Já, eitthvað pyrringur á skiljanlega. Já. Þetta er að taka fyrir langan tíma samt.
Það bíða allir eftir að Já, mér sé þjálfur að káur er fannir að horfa á klukkuna. sýnist að vera komin flautun upp í síðan að ég vil bara fagna. Já. Það er klart. Veistu hvernig menn alltaf fagna í kvöld? Herðu, nei. Jú, Fara með ávísunum á átó. það er held ég eitthvað liðsettingur í kvöld. Jæja. Það er spurning hvað verður gert. Svo sem margar sem er ekki komin heldur á átó aldur. Nei, Svona þegar út í það er farið. það er mjög margar sem er ekki komin á þann aldur. En það er verið með í fyrirpartíinu. Svo er það bara gert heim. Svo er það bara að gera það heim. Og hinnar eldri fara Já. sennilega beint átó, ég held að það sé hárrétt hjá þér. Já. Þannig að búist við því. Ingibjartur elskar fótbolta. Já. Hann vill ekki að hann hættir. Hann er líka að njóta sólarinnar. Já. Það er eitthvað kúl að vera að vinna káur í úrslitaleik. Já. Samákast að káur er og hefur verið, þá er það bara alltaf eitthvað. káar svona. Já. Sá, ætlar að bæta við, ætlar við séum komnir í hérna Premier League uppbótartíma núna. Mér líður þannig. Það ætlar í fyrstu leikinum í bestu deildinni hafa verið svolítið uppbótartími, sko. Já. Kannski er það að taka frá sömu stefnu. Já. En þá Já. flautur hann til leiksloka. Haukar Lengjubikar meistarar. Frábær leikur eiginlega, bara virkilega flott framistæða og liðið er að líta alveg virkilega vel út. Er að mánuður í mót. Já, bara til hamingju Haukarar. Algjörlega, ég held að við séum bara að þakka fyrir okkur Helgi. Takk hérlega fyrir komuna. Já, bara mér var ánægja. Bara þangað til næst, áfram Haukar.